sannarlega sagt, ég blessuð, 5 barna móðir, mér finnst yndislegt að fá að lofa Guð mig næstælstu syni hér á mæðradaginn. Amen. Amen. Halleluja. Komiði sæl. Komiði sæl. Já. Trúin dauð án verka, það þýðir að trúin dauð án viðbragða. Maður þarf alltaf að bregðast við. Og þegar við eigum samtal, að þá bregðust við. Takk fyrir yndislega lofgjörð og takk fyrir ykkur öll að koma hér. Að Biblían segir, þegar við komum saman á samkomu, þá erum við ekki bara eins og á dögum Gídeons að reyna að fela okkur í einhverju helli og reyna að varðveita okkur og bara heimur er svo slæmur og allt þetta og bara vonandi gerist eitthvað og þess að það. Nei, Biblían segir að við vanrækjum ekki safnaðarsamkoma okkar af því að við erum að uppörva hvort annað til góðra verka. Og það segir áfram í Hebreabréfinu, þú ert ekki komin bara eitthvað tóm, nei, þú ert komin í hátíðar samkomu, það sem eru 1000 engla. Amen. Við erum í verkskipum frá Drottni að koma saman, þetta hálfleikurinn, nú tökum við þetta. Og það brennur þessi spurningi í hjarta mínu, Guð, hvernig ætlar að fara að þessu? Keflavík fyrir kraftaverk og Reykjanesbær fyrir réttlæti. Hvernig ætlar að fara að þessu? Ég get hort yfir þetta landsvæði og þennan bæ sem ég er búin að alast upp í og ég segi bara svo Gídeon. Það ekkert að gerast í það. En ég trúi og ég trúi. Ég ætla, versi sem ég ætla að predika út frá í dag, að eins og ég geri oftar en ekki, að þá þegar ég er að vinna, að þá stilli ég bara á biblian.is og fyrir hljóðbók og svo hlusta ég bara á brefið bara aftur og aftur og aftur. Biblian.is, hljóðbók, nýtið ykkur þetta. Bara spilið þetta í bílnum og allt, því að orðið það er alltaf að verka, það er svo kröftugt og það er þetta að það smígur myndi innstu fyrstni sálar og anda. Og þetta er það sem að ég hef þurft að glíma við. Ég vill ekki alveg þennan aðskilnað sálar og anda. Að þegar ég ólst upp að það var holdið sem þjálfaði mig. Holdið, ég er andi, sál og líkami. Holdið þjálfaði mig upp. Hættir öll kerfi. Guðsríkið hefur sitt kerfi. Óvinurinn hefur sitt kerfi. Heimurinn hefur sinn hugsunarhátt. Og þess vegna fáum við að heyra svona að við reiðum okkur ekki á okkar eigið hyggjuvit. Og hvernig förum við að því? Nú, með því að ég lifi ekki framar sjálfur, heldur ég krossfestur Kristi. Og lífinu sem ég lifi nú, lifi ég í trú. Ég lifi ekki undir þessu kerfi. Og Hebreabréfið, ég ætla fyrst að segja vesið, ég fer alltaf undan mér. Hvatvísi.is. Er einhverju sem kannast við það? Já. Heyrðu, við ætlum að fara í postulasöguna og ég var sem sagt að hlusta á postulasöguna og það var svona ýmislegt sem að andi Guðs talaði við mig. Þetta er postulasöguna 24. kafli og við erum að tala þegar Páll, hann er að verja mál sitt og hann er að verja fagnaðarerindið og það var þetta vers í sem sagt 24. kafli, það er vers 24 og 5. Þú mátt kasta því upp hérna fyrir mig ef þú getur. Það segir postulasöguna 24, nokkrum dögum seinna kom Felix með eiginkonu sinni Drúsilu, hún var gyðingur. Hann lét sækja Pál og hlýddi á mál hans trúna á Krist Jesú. Er hann ræddi réttlæti, segir réttlæti. Og hvað er næsta? Sjálfsögun. Og 3. komandi dóm. Hann ræddi réttlæti, sjálfsögun og komandi dóm. Og það er eitthvað í þessari þrenningu sem að bara, þetta búið að malla í anda mínum og ég búin að vera að tala við Guð þetta og þetta finnst mér alveg magnað.
Og ekki bara það, því að þegar hann ræður þetta, þá var Felix skelkaður og mælti, farðu burt að sinni, ég læt kalla á þig þegar ég má vera þegar ég hef tóm til. Réttlæti, sjálfstjórn, komandi dómur. Réttlæti, sjálfstjórn, komandi dómur. Og ég hugsa það, hvernig talaði Páll réttlæti? Hann segir í Rómverjabréfinu, Rómverjabréfið 1. kafli, 16. og 17. vers, að þá segir hann, þú mátt kasta því, bara ef þú getur þá máttu kasta þessu versum upp, því að það er gott að lesa þetta, að þá segir hann okkur hérna, þá segir hann sko, ég fyrirver mig ekki fyrir fagnaðarerindi. Ég skammast mér ekki fyrir fagnaðarerindi. Það er kraftur Guðs sem frelsar hvert þann mann sem trúir, gyðingi fyrst og aðra síðan. Fagnaðarerindið er kraftur Guðs. Og síðan segir hann, réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Hann hlýtur að þurfa að predika fagnaðarerindið til þess að réttlætið opinberist. Ef við predingum fagnaðarerindið og réttlæti Guðs opinberast ekki, þá bara er ég ekki að predika fagnaðarerindið. Hvað þýðir réttlæti? Það þýðir að ég stend rétt með Guði. Það þýðir það að það er ekkert á milli mín og Guðs. Það þýðir að ég stend augliti til augliti við hans. Réttlæti. Það er enga ásökun að finna á líf mitt. Já, en ég gerði þetta og ég gerði þetta. Já, Jesús gerði líka þetta. Og hvað var það sem hann gerði? Hann tók allar syndir heimsins. Ein fórn í eitt skipti fyrir öll. Og þetta er oft erfitt, þetta hefur verið erfitt fyrir mig ofta að endurnýja hugafarið, að hugsa á þennan hátt. Ég kannast við að bregðast við eins og Felix, að verða skeldur. Og þetta er eitt af því sem í minni reynslu, að því að ég trúi því að alveg svo Jesús sagði við Nikodemus í Jóhannes 3:11, hann sagði, Nikodemus, við tölum það sem við þekkjum og við vitnum það sem við sjáum. Ég get bara talað það hvernig ég þekki Jesú. Ég get bara vitnað það sem ég sé. Og það sem ég hef séð í mínu lífi, það er þetta í fyrsta lagi, að þegar ég verð hólpinn, að ég ólst upp, ég var bara KFUM-strákur og Keflavík og voða gaman. Og, jú, ég kom hingað í þessa kirkju þegar var gutti og borðaði keks og drakk djús upp á lofti og hlusta á Jesú. Mér fannst óbúslega gaman að heyra Jesússögur. Ég safnaði Jesú myndum, ég fór í vatnaskó, eina af mínu bestu bernskuminningar. En ég var líka hörmungar bernskuminningar, vera misnótaður sem barn, ekki af fjölskyldumeðlumum, tek það fram, en myrkur hafði áhrif á líf mitt. En hvað svo? Á ég að láta það vera vitnisburð minn að líf mitt gengur ekki upp af því að þetta gerðist í fortíðinni? Biblían er að segja mér allt annað og ég gleymi ekki þetta vers 2. Kórinthubréf 5:17. Hið gamla var það engu, sjá nýtt er orðið til. Þetta var svo ljóslifandi fyrir mér. Ég horfði bara á, vá, ég er ný manneskja. Ég er ekki þessi þarna. Ég er ný sköpun. Og hann er alltaf að segja við okkur aftur og aftur, en mér hefur farnast fótur í því að þegar raunir hafa gerst í lífi mínu, og það er ekkert flókið, ég umfama gremjuna og fyrir að tala eins og hálfviti, það er eins og að sé skammtaði með vitinu. Gremjan er svo, þetta er leiðilegasti faranautur sem hún getur átt í lífinu. Ég ætla að verja mig, ég leyfi ekki Guð að gera það. Mér finnst illa komið fram við mig og ég fer í varnir og ég átta mig ekki á þessu því að fólk sem ég ætla að sniðganga í lífi mínu er í raun og veru fólki sem ég er að gefa valdi við lífi mínu. Því ef að nonni sveik mig, er nonni drottinn? Nei, Jesús er drottinn. Þess vegna er þetta að reiða sig ekki á sitt eigið hyggjuvit. Hugsaðu þetta, réttlæti, sjálfsögun,
eilífur dómur. Og ég man svo eftir þessu þegar að vera í fráfalli og finnast ömurlegt og þessi kristnum áttu eiga sig og ég veit ekki hvað og þessi brást og ég gat rakið mál mitt svo vel af því að það var svo brotið á mér. Og veistu hvað gerðist í kjölfarið? Gömlu djöflarnir úr benskunni, þeir byrjuðu að heimsækja mig líka og segja, já, þú ert svona, þetta alveg þú átt ekkert afturkvæmt, þú verður bara svona, já, þú ert bara þetta. Ha. Og þetta það sem heilaga þrenning heimsins, við veitum hver heilaga þrenning heimsins Darwin, Marx og Freud. Og þar kenningin fellan það að þú ert afurð kringumstæðna. Ef að kringumstæðurnar eru guðfræðin, þá erum við bara á aumu skeri stödd. Ég gerði þetta. Ég gerði kringumstæður mínar að guðfræði minni. Og þetta alveg eins og Gídeon gerði. Hann felur sig í einhverju helliskúta og að því að Mídíanitar þeir hirta alltaf uppskjöruna og þetta svona, bara stundum þá líður mér svona eins og kirkjan og Íslandi sé stundum þarna, við erum að reyna að gera eitthvað og svo bara, það vex ekkert. Og svo þegar Guð talar, og þá ætlum við að reyna hann, ég ætla að setja svona, ég ætla að setja hvað kallar þetta á íslensku flís, reifi? Já, ég ætla að senda rakamæla Guð. Ég ætla að tékka á þessu. Og við reiðum okkur, hugsaðu ykkur, við reiðum okkur á svona vers og við höldum að þetta sé guðlega leiðin, að það talaði þetta á einum stað í Biblíunni, það talaði að tala í tungum svona 14 sinnum, það talaði engla svona 300-400 vers. Sjáðu hvernig við förum að því að við reiðum okkur á, ég ætla að reyna drottning, hvað? Býtu, þú fórst inn í herbyggið, þú reiddir þig á að þú lokaðir hurðinni og faðirinn sem í leinum, þetta Mattheus 6:6, að hann talaði við þig. Að hann í þér, hann elskar að tala við þig. Það það sem krossin kom til að gera, að endurreisa samfélag okkar við drottinn. Að við mættum tala við hann. Þetta ekki bara miðið til himna, þetta endurreisa samfélagið, ég má tala við þig. Og þetta svo furðulega skrítið að Guð tala við þá sem tala við hann. Þetta ekki skrítið. Guð tala við þá sem tala við hann. Og þetta ekki flóknara kristna lífi en þetta, að það segir, farðu inn í herbyggið. Hversu oft hef ég ekki lifað þessu lífi og þegar ég var í besta gremjukastinu, ég var að reyna að gera allt, reyna Guð og allt þetta, gera allt annað en fara inn í herbyggið. Þetta svo flókið að taka hennan hún og snúa húninum, opna hurðina, fara inn, loka á eftir sér og sitja. Hæ pabbi, ég kom inn í það. Og svo æfa sig í því bara fyrir fram að spegilinn, í tíma og ótíma, eða þeir að hræra sósun eða eitthvað. Vá, takk fyrir lífið sem þú hefur gefið mér. Takk fyrir að þú hefur gert mig heilagan, lítalausan og óaðfinnanlegan. Að heyra sjálfan sig segja þessu orð. Ég er að tala Biblíuvers Kólusarbrefi 1:22. Það segir, við erum heilag, lítalaus, óaðfinnanleg í ásýnd hann, eins og hann sér þig. Af hverju sér hann okkur svona? Af því þetta það sem Jesús borgaði fyrir. Við erum dýru verði keypt. Og við erum komin á, þegar ég var að segja frá þessu, við erum komin á hátíðarsamkomu og það segir ekki bara, við skulum lesa þetta þetta í Hebreabréfinu, þetta svo flott, Þetta Hebreabréfið 12. kafli, að þá segir hann segir við erum komnir til Síónsfjall, borgar Guðs, lifanda, hinnar himnesku Jerúsalem, til 20.000 engla, til hátíðar samkomu og safnaðar frumgetina. Við erum söfnuðu frumgetina. Akkur séu við frumgetina? Jesús sá fyrsti sem endurfæddur, sem það sem hann endurleysti mannin eftir að hafa fallið í syndina með því að taka af skilningstri góðs og ills. Síðan erum við allan tíman þegar syndin hún runnin til okkar allra og við erum alltaf að hugsa og plana út frá skilningstri góðs og ills. Ég ætla að reyna að gera nógu gott til þess að vera samþyktur. Ég að reiða mig á eigin frammistöðu í staðinn fyrir frammistöðuna sem Jesús gerði.
Og þetta þarf ég að endurnýja í hugafæri mínu aftur og aftur og aftur, annars verð ég fórnarlamb kringumstæðna minna. Og þetta er það sem hann segir hérna, endurleysir okkur, og hann segir að við erum til hátíðarsamkomu og safnaði frumgjetina sem á himninum eru skráði til Guðs dómara allra. Hann er dómari allra. Og til andar réttlátra sem fullkomnir eru orðnir. Já, það er engin fullkomin. Býtu, ritningi segir að hann fór upp á tréð, þetta er 1. Péturs 2. kafli, hann tók allar okkar syndir upp á tréð, allar syndir, sjúkdóm, allt saman, tók þetta upp á tréð til þess að við myndum deyja syndinni og lifa réttlætinu. Eða veist ekki, segir hann alltaf í Rómarbréfinu 7. kafla. Þetta er ofta eina svari sem við fáum frá Guði. Við segjum, já, Guð, mér langar sem, býtu, veist ekki að þegar Jesús dó, þá dóst þú. Framar lifi ekki sjálfur, heldur lifir Kristur í mér. Og það er þetta að taka upp krossinn, það er að afneita sjálfan sig, taka upp krossinn og fylgja Jesú. Og þetta er alltaf í öllum kringumstæðum sem við lendum í, að það er þetta að skelfast ekki og hörfa undan. Og takið eftir, hann heldur áfram og hann segir, sem fullkomnir orðnir og til Jesú, meðalgangara nýs sáttmála og til blóðsins sem hreinsar og talar kröftulegra en blóð Abels. Blóðið sem talar kröftulegra en blóð Abels. Hann segir þetta við Nikodémus í Jóhannes 3. kafla og hann segir við hann, þú verður að endurfæðast. Þú verður áttuð, þú ert fæddur ofan. Og Nikodémus er að, hvað á ég að fara aftur í móðurlíf? Hans hugsun er að lífið byrjaði í móðurkviði. Að það verður ætterni mitt og allt þetta, það er það sem skiptir máli, það er uppruni minn. Og Jesús er að segja, nei, uppruniðin, þú ert fæddur ofan, þú verður að endurfæðast, þú verður að gera þig grein fyrir, þú ert komið frá Guði. Áður hann myndaði í móðurkviði, þá þekkti hann þig. Og hann skrifaði þig bók, segir Sálmur 139. Og hann ver þig á bak, hann ver þig, hann verði á bak, hvernig var þetta vers? Jæja, hann fer fyrir þér og hann ver bak þitt. Bak og brjóst. Á bak og brjóst var það. Hann verði á bak og brjóst. Hvernig ver hann þig á bak? Hann verði að fortíðin getur aldrei komið aftan að þér og skaða þig. Af hverju? Af því að hann hrópar hærra heldur en blóð Abels. Og hann er að segja þetta við hann og hann segir, þetta verður alveg eins og Móse þegar Eyriorminu var lyft upp í eyðimörkinu. Hvaða kringumstæður voru þá? Það voru komnir snákar í eyðimörkinu. Þetta var vantrúar eyðimörkin þeirra sem þeir eyddu 40 árum í. Jesús kom og afgreiddi þessa eyðimörk á 40 dögum. Og svo ætlum við alltaf að fara eitthvað eyðimörkurtal. Hann er búinn að afgreida þetta. Hann segir í Jóhannes 6, ef þú etur á mér, þá mun þið aldrei hungra. Og ef þú drekkur á mér, mun þér aldrei þysta. Og í 7. kaflanum í Jóhannes þá segir hann, og lækir lifandi vatns munu spretta út frá þér. Þetta er útstreymi en ekki innstreymi. Hvað er ég að meina? Af hverju komum við og við erum að bíða eftir að það komi eitthvað utan að og inn? Þegar Jesús segir, þetta er innanfrá og út. Hvað er Guðsríkið? Innra með þér. Vert eins og barn, ekki í hegðun, heldur í sakleysi. Trúðu því, hann er í þér. Hvað meður útstreymi? Ég meina útstreymi. Sibra braba keliala rondoro beriala rama solara iliala ramondro berila. Hvað er þetta að gera? Ég er að tala tungu. Af því ég er fylltur heilugum anda. Og veistu hvað? Að þessi tákn munu fylgja þeim sem og hvað gera þessi sem trúa? Leggja hendur yfir sjúka. Þeir tala 9 tungum og þótt þeir drekki eitthvað banvænt þá verður þau ekki meint af. Og ég er að segja þetta til ykkar sem að sjáu eftir að hafa farið í einhverja bólusetningu. Þeir verður ekki meint af.
Ég heyri kristna velta þessu fyrir sér. Ertu búin að taka merki dýrsins? Býtu, dýrið komið? Nei, við förum alltaf í einhverja skotgrafir. Okkur óheimilt, kæru bræður og systur, að búa til andrúm sem segir meira en eða minna en. Því að í Kristi þá hvorki karl né kona, hvorki gyðingur né grikki. Þú ert eitt. Þú ert nýsköpun, einn nýr maður í Kristi. Já, en hver réttur minn sem kona? Þú ert í Kristi. Já, hver réttur minn sem karlmaður? Þú ert í Kristi. Þú ert nýsköpun. Samofin honum, segir Rómarbréfið 6:3. Já, mér langar að vera nær. Þú ert samofin. Byrjaðu að trúa því. Ef ég trúi því að ég samofin, hvernig breytist þá hegðun mín og hvernig fer ég að lifa? Og þetta þurfti, og þetta kallaði ég Gídeonveikina. Ég fekk Gídeonveikina. Ég auðmastur og minni ætt og ég ekki neitt og ég... Svo kemur engill Drottins og segir, rís upp, þú hrausta hetja. Farðu í þessum krafti sem þú hefur. Og hvað gerði það? Og þá komið eitthvað 30.000 manna lið ætla að berjast með honum, segir, þetta er of margir. Hvað meinarðu? Ef að Keflavík á að vera fyrir kraftaverk og Reykjanes er réttlæti, þurfum við ekki fullt af fólki? Þetta er allt of mikið að liði. Og þetta gerist líka í Póstulasögunni 19. kafla, þar sem að Páll hann að tala við og hann voru 12 menn sem byrjuðu svaka vakningu. Vitið þið hvað voru margir þegar Azusa vakningin byrjaði 1906? Sem er sproti hvítasunnu hreyfingarinnar, þessi vakning sem byrja. Vitið hvað voru margir á samkomu? 25. Páll byrjaði með 12, setti Efesus á hausinn, var allt vitlaust. Jesús byrjaði líka með 12. En þetta er ekki spurning fjöldan, heldur opinberunina. Að þegar opinberunin skýr í þér, þá fattar ekki hvað skín skært. Ég sagði þetta sjálf mig, allt í einu, að þá eru skrifaða blaðagreinar bara 2 daga í röð og það kemur í sjónvarpinu og þetta og ég er sértrúar safnaðar sérfræðingur. Eitthvað svoleiðis. Á þess að ég ætla að fara eitthvað út í það. Ég harma alltaf þegar fólk verður sært. Ég harma það alltaf. Og það er aldrei gott. En á sama tíma, hvað á ég að gera? Býtu, ég hlýt að skín eitthvað skært fyrst að það verið að tala um mig. Það er aldrei ráðist á það sem ekkert er varið í. Ég er að segja þetta til þess að þú áttir þig líka, býtu, ef eitthvað er ekki að ganga upp í lífinu, og hann segir okkur alltaf álítið að eintómar gleðiefni þegar ratið þrengingar. Og það er þetta blóð sem hrópar hærra heldur blóð Abels. Og hann er búinn að segja þetta þegar hann að tala við Nikodémus, þetta verður eins og þeir ristu eyrorminn. Og þarna voru snákarnir fyrir að bíta á þig í þessari eyðimörk vantrúarinnar. Hvað er að bíta þig, kæri hlustandi í dag? Hvað er að bíta þig? Er einhverju snákar að bíta þig? Eru minningar á fortíðin að bíta þig? Hugsaðu þetta. Þetta hjálpaði mér. Ég veit að Guð dæmi mig ekki fyrir hvar ég hef verið. En af hverju á hvar ég hef verið að dæma mig? Ég veit að Guð dæmi mig ekki fyrir hvar ég hef verið. En af hverju á hvar ég hef verið að dæma mig? Það er þetta sem skeldi Felix. Þegar hann heyrði réttlætið, þegar hann heyrði sjálfsöguna, að því að Guð þetta er hluti af ávöxtandans, samkvæmt Galatabréfinu 5:22, að síðasta sem er nefnt er sjálfstjórn, sjálfsögun. Þetta er ávöxtur andans og áttu ykkur, þetta er í eintölu, þetta er einn ávöxtur í eintölu sem inniheldur allt þetta og það er andi Guð sem gerir þetta og það er af því að við í trú þá tökum við skrefið og ég trúi því að ég er dáinn í honum og ég er uppreistur í honum. Ég trúi þessu að ég er ný sköpun,
að þá byrjar ávöxtur andans að hjálpa mér að íklæðast Kristi. Ég afklæðist gamla manninum og ég íklæðist Kristi og fyrir að hugsa í takt við nýja mannin og nýju sköpunina. Og það þýðir líka að því að það koma minningar. Hvað ætlar þú að stíga upp úr? Veistu ekki hvað þú gerðir þarna? Þá segi ég, af hverju á það að dæma mig þar sem ég hef verið? Ef að Guð dæmir það ekki. Ég heyrði frábæran vitnisburð að það var að vera að þjóna á meðferðarheimili, þessum stúlkur sem voru búin að vera ánættist eiturlyfjum og heróíneytendur og alls konar, og þær voru margar hverjar búin að vera að gefast upp á lífinu og við gefumst upp á lífinu þegar við finnum ekki leiðina fyrirgefningu. Annarkvort fyrirgefningu fyrir hvað ég hef gert sjálfur eða það sem aðrir hafa gert mér. Og hugsa þér, ef að dauðin er bara lokaniðurstaða og engin von, og við erum með boðskap vonarinnar. Við erum með boðskap vonarinnar. Vonin sem bregst okkur ekki. Og þessi vitnisburður, hann fjallaði það. Þarna voru margar stúlkur búin að skera sig og voru með ör á líkamanum. Og það var akkúrat svipað boðskapi sem var verið að predika. Af hverju það að dæma þig þar sem þú hefur verið meðan Guð gerir það ekki. Og veistu hvað heilagur andi gerði? Þau tóku skrefið og trúðu því. Guð, þú dæmi mig ekki. Og minningar mínar get ekki dæmt mig. Augabragði, öll ör og allt saman horfið. Eins og barshúð. Og þetta er andi Drottins. Þetta gerir andi Drottins. Og ég hugsaði þetta, hvernig gerist þetta? Hvernig ætlar að gera þetta fyrir kraftaverk? Það segir þegar lærisveinarnir þeir fögnuðu og hrópuðu út af kraftaverkunum sem Jesús gerði. Og þá komu fariseinarnir, getur ekki sagt þeim aðeins að hafa hljótt? Þá sagði Jesús, steinarnir munu hrópa. En sjáu þið andan sem kemur, sem alltaf vera að sussa, ekki tala þetta, ekki gera þetta, ekki trúa svona mikið, ekki fara þarna. En í Póstulasögunni 19. kafla, og þið munið þegar ég talaði til eitthvað síðast, að þá var ég að tala um þetta hvernig Kristur hefur verið málaður skýr mynd frammi fyrir augum ykkar. Og það var að því að ég var ótrúlega gantaðist með það, því að ég er málari og svo sá ég alveg æðislegt vers, af því að ég er líka dúkari, sko. Þá segir hérna Póstulasaga 19:11, Guð gjörði óvenjuleg kraftaverk fyrir hendur Páls. Af hverju? Ég túlka þetta þannig, það bar við að menn lögðu dúka. Það bar við að menn lögðu dúka. Og það var kraftaverk. En kæru vinir, ég ætla að koma að lokum hér. Og þegar ég var að þetta vers, að íhuga þetta vers, réttlæti, sjálfsögun og eilífur dómur. Og það er þetta að láta ekki skelfast út af fortíðinni, en líka predika þannig að fólk skelfist. Áttaðu þau, þegar fólk kom til trúar, þá spurði það, hvað á ég að gera? Hvað á ég að gera? Er eina verkfæri sem við höfum, frelsisbæn? Nei, þeir horfðu á lífið. Pétur sagði við Fögrundyr, hann sagði, horfðu á mig, horfðu á okkur, það sem ég hef, það gef ég þér. Þú ert með þetta ljós í þér. Og það á að eiga við, þegar eins og Felix og Drusilla, þetta var elítan á þessum tíma, lifi í vellistingum og allt þetta, og svo Páll heldur bara ótröður áfram og segir bara réttlæti Guðs. Réttlæti Guðs. Ég fyrir þeim ekki fyrir fagrarændi. Og hugsanlega, ég ætla að taka hérna Sálm 71 að lokum, hugsanlega var hann að tala um Sálm 71. Það sem hann segir, það sem hann að tala, þetta er bæn Davíðs í Sálmi 71. Og þegar ég er að
það er búið að færa sálmana, nei, þeir eru hérna. Já, það var þessi bók sem var hérna undan. Sálmur 71, ég er að hugsa með réttlæti, því að mesta áskorun okkar, það er að lifa sannleikanum. Ef ég byrja að ásaka Guð, alveg eins og Gídeon gerði, hvar eru kraftaverkin, hvar er þetta og hvar er þetta, að þá er ég að gera Guð að andstæðingi mínum. Á kostnað sannleikans, hann yfirgefur aldrei. Hann mun aldrei sleppa þér hendinni. Og Hebreabréfið segir, hvað geta mennirnir gjört okkur þá? Ef að Guð er alltaf með mér, hann er í mér, ég er samofinn, hvað er hægt að gera? Ef ég bara skín, læt ljós mitt skína, ef ég geri þetta bara fer inn í herbyggið, hlusta á hann og fer út, og ef auga mitt er heilt, þetta er líka í Mattheus 7. kafla 22. vers, ef auga þetta er heilt, þá er allur líkaminn heill. Það er þetta sjónarhorn, að þú horfir, stundum með vandamál mitt var bara sjónarhornið, að ég sæi sjálfa mig, ég er krossfestur með Kristi, ég lifi ekki sjálfur framar. Og áttaðu, þegar krossfestingin, þegar hann, lamb Guðs, er á krossinum, og þarna hylur hann tréð, sem tákn upp á skilningsleir góðs og ills, að náðin, hún hylur lögmálið, hún hylur að ég reyni eftir minni bestu framistöðu. Það er náð Guðs, það er fórnin í eitt skipti fyrir öll, hún er að hylja og nær yfir, því að þar sem synd er, þar flæðir náðin alltaf yfir. Og þá kemur spurningin á, hvað eigum við þó að gera? Eigum við bara að halda áfram að synda svo náðin aukist? Og þá kemur svarið, veistu ekki að þú ert dáin í honum og þú ert upprisin í honum. Byrjaðu að trúa því. En við komum frekar með svona kenningar eitthvað, ég þarf að deyja daglega. Rosaleg vinna að vera kristinn. Ég þarf að deyja sjálf. Þú dóst sjálf þú sagði já við Jesú. Þá tókst upp krossin. Og krossin er að kenna þér að sigra gott með illu. Og þú fetar í fótspor Krists. Og Pétursbréfið 2. kafli, hann segir að hann gaf okkur eftirdæmi að við myndum feta í fótspor hans. Hvernig fetum við fótspor? Þegar hann var ásakaður, þá svaraði hann ekki fyrir sig. Hann hugði ekki á hefnd. Hann treysti Guði. Hann kom fram ekki bara sem sonur Guðs, hann er kærleikurinn. Guð er kærleikur. Og kærleikurinn, hann hagar sig svona. Við erum ekki bara að koma á samkomu til þess að hlusta á eitthvað heldur, við erum að átta okkur á því að við erum að verða kærleikur. Ég bara fer ekki í kirkju, ég verð kirkjan. Ég verð kirkjan. Að fólk, og þetta er ritningarstaður út alla Biblíuna, þá talaðum þetta, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, að fólk að þegar örðuga tíð koma, þá horfið á þig og segir, þú hefur eitthvað sem ég vantar. Og það er sagt að þeir tóguðu í kirtilfaldan á gyðingur og segir, má ég fylgja þér? Þau voru þetta átt á því, þegar verður hrun í heiminu, þegar allt fyrir á vonar völ, að þá heyrum við röddina sem tala hærra heldur en blóð Abels. Við vitum lausnina þegar fólk er bitið af snákum lífsins. Einblínd á Jesú, horfðu til hans, höfundur og fullkomna trúarinnar. Það er fókusinn, þannig er augað þitt heilt. Og þá verður allur líkaminn heill. Og þá er þar sem þú hefur verið, hefur engin tök á, og það sem afmáir öll verkfæri óvanins, það er Rómverjabréfið 6:11. Álítið því að þú ert dáin syndinni og lifandi Guði. Þú ert að álíta, þú ert að reikna krossin út. Niðurstaðan, Jesús pluss ekkert er jafnt og allt saman. Þú ert að álíta, reiknað út. Heyrðu, hver er ég að trúa? Trú, að hafa trú, það þýðir, ég hef afgang. Þetta er eins og ef þú ferð á hótel hérna með, ef þú ert búið að borga herbyggi og þú ert með lykilum, þú hefur aðgang. Og það er búið að borga fyrir allar þína syndir. Fortíð, nútíð, framtíð. Þú hefur aðgang á Guði. Aðgang. Og af hverju labba ég þá ekki inn í herbyggið og sest niður og hlusta á föður minn sem er að tala við mig. Endum hér, Sálmur 71. Hjá þér, Drottinn, leita ég hælis. Lát mig aldrei verða til skammar.
frelsa mig og bjarga mér eftir réttlæti þínu. Hann bjarga mér eftir sínu réttlæti. Hann réttlætis konungurinn Jesús. Nei, eyru þinn til mín og hjálpa mér. Ver mér verndarbjarg, vígi mér til hjálpar, því að þú ert bjarg mitt og vígi. Guð minn, bjarga mér úr hendi illgjarnra, undan valdi illverkjara og harðstjóra, því að þú ert von mín. Þú, drottin, ert athvarf mitt frá æsku. Við þig hef ég stuðst frá móðurlífi, frá móðurskauti hefur þú verið skjól mitt. Þig hljómar ætíð lofsöngur minn. Ég mörgum orðin sem undur, en þú ert mér örugt hæli. Munnur minn fullur af lofstýr þínum og dýrð þinni daginn allan. Útskoða mér eigi í elli minni, yfirgef mig ekki, þróttur minn þverrar, því að óvinir mínir tala mig, þeir sitja líf mitt, bera ráð sín saman, Guð hefur yfirgefið hann. Eltið hann, grípið hann, því enginn bjargar. Guð, vert eigi fjarri mér, Guð minn, skunda til liðs við mig. Láttu þér, lát þá sýna mér fjandskap farast með skömm. Lát þá íklæðast háðung og svívirðing óska mér ógæfu. Ég vil sífellt vona og auka enn á allan lofstýr þinn. Munnur minn skal segja frá réttlæti þínu. Frá hjálpsemdum þínum allan daginn, því að ég veit eigi tölu á þeim. Ég vil segja frá máttaverkum drottins, ég vil boða réttlæti þitt, það eitt. Guð, þú kennt mér frá æsku og allt til þess kunngjör ég dásemdar verk þín. Yfirgefðu mig, ó Guð, þegar ég gamall orðinn og grár fyrir hærum. Að ég megi kunngjöra styrkleika þinn komandi kynslóð. Að ég megi kunngjöra styrkleika þinn komandi kynslóð. Það orð vitnisburðarins og blóð lambsins samkvæmt Opinberunarborgin 12:11. Þeir sigruðu með orði vitnisburðarins og blóði lambsins, og ekki bara það, heldur þeim var sitt eigið líf ekki svo kært að þeim eigði ekki dauðinn. Þetta þýðir það sama, ég lifi ekki fram að sjálfum mér, heldur lifi ég í Kristi. Faðir, ég þakka þér fyrir að þú gefur okkur þinn kraft til þess að boða þinn styrkleika til komandi kynslóðar. Og drottinn, og hver sá sem að upplifa sig bitinn af snákum lífsins, hver sá sem að situr hér undir rödd minni og fortíðin jafnvel að kræla upp og hamlar, þar sem óvinurinn reynir að tefja, þar sem óvinurinn reynir að ljúga til auðkenni þeirra. Drottinn, ég bið þig, þú heilagur andi, láttu orð þitt smjúga milli innstu fylgsnis, sálar og anda, liðamót og mergjar. Þú dæmir hugsanir og hugrenningar. Gerðu þennan aðskilnaði líf okkar, að sálin ekki að stjórna okkur, gamlar minningar ekki að stjórna okkur, heldur þú, Jesús Kristur, með blóði þínu sem hrópar hærra heldur en blóð Abels. Það hrópar hærra heldur en allt það sem við höfum lent í. Það hrópar hærra heldur en að hafa verið misnotaður eða hafa verið nauðgað eða hafa verið undir ofbeldi. Þitt blóð hrópar hærra. Drottinn Guð, við meðtökum náð þína og miskunn þína núna á þessum tíma. Og ég segi, gamlar minningar, látið af. Jesús drottinn. Auga okkar heilt og allur líkama okkar heill. Í Jesú nafni. Amen. Og ég hveti þú sem að heyrðir þennan boðskap að farð inn í herbyggið, samkvæmt Mattheus 6:6. Og ef að svona minningar komu upp, hugsaðu þó þetta. Það réttlæti, það sjálfsögun og eilífur dómur. Hann búinn að dæma fyrir þig. Ekki skelfast og hlaupa undan. Þetta var eitt mitt versta þegar ég var að reyna að komast tilbaka úr mínu fráfalli og þessu þar, að þegar einhver predikaði fyrir mig orðið, það var eins og það verið að skína ljósi á brautina sem ég ætti að ganga, að þá fór ég alltaf í skelfingu og segja, nei, ég búinn að klúðra þessu, nei, ég búinn að, í staðan fyrir að hlaupin í ljósi og segja, wow, takk, nú sé ég hvað ég að ganga. Eða ég notaði afsökunna, já, ég ekki komin svona langt. Hvað meinar að komin langt?
Jesús gerði þetta allt saman. Hann tók prófið fyrir okkur og við fengum loka niðurstöðuna. Kristur í mér, von dýrðarinnar. Í Jesú nafni. Amen.